Klukkan 12 og þá höfum við gert ráð fyrir því að Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins komi hingað og ræði eldri konur í Kvennaathvarfinu. Gjörðu svo vel þetta. Já, komið sæl og takk fyrir að bjóða Kvennaathvarfinu að borðinu, Landssamband og eldri borgara. Og við erum virkilega þakklátar fyrir þetta skref sem þau eru að taka og þessa aukna athygli sem við erum að setja á þennan aldurshóp. Við frá Kvennaathvarfinu erum hér nokkrar og okkur er mjög umhugað þennan hóp. Þetta er hópur sem er erfitt að nálgast og þær eru sannarlega að koma til okkar í Kvennaathvarfið. Við viljum fá þær fleiri og ég ætla svona aðeins að fara yfir bæði hvað það er sem við gerum og svona hvað við teljum að við þurfum að gera enn betur til þess að nálgast þessar konur. Ég er náttúrulega að tala konurnar. Bara svona aðeins til að segja ykkur frá Kvennaathvarfinu, þá eru þetta frjáls félagasamtök sem voru stofnuð af konum þvert á kvennahreyfinguna 1982 og við störfum utan kerfisins og þegar konur koma til okkar þá eru þær ekki að koma inn á stofnun, þær eru að koma inn á heimili og það er tekið á móti þeim af ráðgjöfum og starfskonum sem að leyfa þeim að stjórna ferðinni. Af því að oftast hafa þær nú ekki stjórna ferðinni ansi lengi. Þannig að já, við erum komin ansi vel til ára okkar og við höfum haft opnað hurðina allan sólarhringinn, alla daga, alla götur síðan við opnuðum. Þjónustan okkar er mun margþættari heldur en margir gera sér grein fyrir. Við bjóðum upp á dvöl fyrir konur og börnin þeirra. Þær geta dvalið hjá okkur eins lengi og þær þurfa, eða þurfa sannarlega að flýja heimili sín sökum ofbeldis og geta ekki dvalið heima. Við erum einnig með ráðgjöf fyrir konurnar á meðan þær eru í dvöl. Þetta er mjög mikilvægt að það sé tekið vel utan þær og þær fái gott utanumhald og tengingar við kerfið og þá þjónustu sem í boði er. Svo erum við viðtöl fyrir konur sem eru ekki að dvelja í Kvennaathvarfinu. Og þetta er rauninni svo þjónustu sem er að stækka mest hjá okkur. Þetta er svo konur sem kannski gerir sér ekkert endilega grein fyrir að það séu í ofbeldissambandi. Kannski fjölskyldumeðlimir sem að hafa hvattar til þess að koma og tala við okkur. Þetta eru konur sem eru í ofbeldi og eru að reyna að komast út og svo eru þetta líka konur sem hafa stigið úr ofbeldi en ofbeldi heldur áfram. Og það er alveg helmingur kvennanna sem koma til okkar í viðtöl sem eru í þannig stöðu. Í fyrra veittum við 1800 viðtöl til kvenna. Þannig að, og þau eru ókeypis og við reynum alltaf að hafa sem minnstan biðtíma í þau. Svo erum við með opinn neyðarsíma allan sólarhringinn. Þar situr vaktkona eða ráðgjafi við símann og þangað geta hringt aðstandendur konurnar sjálfar og einnig fólk í framlínunni, fagfólk sem veit ekki hvernig að endilega snúa sér í aðstæðum. Þannig að við viljum alltaf reyna að vekja athygli á því að það er sjálfsögðu alltaf 112 sem er frábær og svo eru við líka með símann okkar eða það er kannski meira spjallað aðstæðurnar. Svo bjóðum við upp á fræðslu. Við viljum alltaf halda samtalinu opnu, við viljum alltaf vekja athygli á ofbeldi. Við erum kannski pínu skrýtna með það að við þegar tilkynningum fjölgar og það er allt tróðið hjá okkur í athvarfinu og þá léttir okkur. Af því að við vitum að ofbeldi er þarna úti. Þannig að það er ekkert endilega okkar tilfinning að það sé að aukast þó svo að það aukist aðsóknin og tölurnar hækka eins og Jóhanna var að sýna okkur. Það sýnir okkur að konurnar eru að stíga út úr ofbeldinu í auknum mæli. Þannig að ef þær eru ekki hjá okkur eða eru ekki að skila sér til Jóhannu eða símtöl í 112 eða í félagsþjónustuna þá eru þær inn í ofbeldinu. Það er bara þannig. Og svo erum við alltaf að berjast fyrir því að fara að geta lokað. Að berjast fyrir því að vinna bug á kynbundnu ofbeldi sem að geysar eins og faraldur í okkar samfélagi. Þannig að við tökum alltaf þátt í því samtali líka. Kvennaathvarfið er rekið eins og eitt risastórt heimili og við leggjum mikið upp úr því að konum og börnum líði eins og þau séu heima hjá sér. Sameiginlegu svæðin, þar ræðum við ekki ofbeldi, þar erum við bara
að reka heimili, það húsmóðir alla virka daga, það heitur matur á kvöldin, það verið að baka eitthvað þegar börnin koma heim úr skólanum og við leggjum okkur fram við að koma á móts við hópinn eins og hann hverju sinni, af því hann mjög margbreytilegur. Stundum við mikið af börnum, stundum við mikið af eldri konum og þá lögum við okkur að því. Við erum með barnaherbergi og svo notum við bara hvert einasta tækifæri til þess að gera okkur glaðan dag. Það gerist mjög mikið í kringum matarborðið. Þannig að við reynum svona að gera vel við okkur, bæði í hversdagslífinu og einnig líka höldum við upp á allar hátíðar og afmælisdaga og annað slíkt. Þannig að það er mikill heimilisbragur hjá okkur í Kvennaathvarfinu. Okkur mikið munað þeim líði vel hjá okkur, þannig að séu í rauninni sem lengst. Af við erum alltaf að vinna því að þær fara ekki tilbaka. Það flókið að stíga út úr ofbeldi í nánu sambandi eða heimilisofbeldi og líkurnar á að snúa tilbaka eru oft miklar. Þannig að það er mikilvægt að þeim líði vel og finna að það geti verið hjá okkur frekar lengur heldur en skemur. Við erum alltaf að bæta við þjónustuna og læra, við erum ennþá að læra, við erum alltaf að læra þótt við séum komnar yfir fertugt. Og við erum alltaf að auka við ráðgjöfina, konurnar fá sinn ráðgjöfa þegar þær koma inn, þær eru með sama ráðgjöfan allan tíman, þannig að þurfa ekki verið að endurtaka söguna sína. Við erum að tengja okkur alltaf betur og betur í kerfið. Einu sinni var það þannig að konur gátu aðeins verið í mánuð hjá okkur í dvöl. Nú sá tími í raun ótakmarkaður, hann bara ákveðinn í samráði við ráðgjafann, tökum einn dag í einu, við erum ekki kerfið, við erum sveigjanlegar og við sveigjum okkur eftir þörfum kvennanna. Við trúum að þetta hafa orðið til þess að tölurnar konur sem fara tilbaka í óbreytt ástand hafa hrunið hjá okkur. Fyrir 20 árum voru 64% kvenna að fara tilbaka í óbreytt ástand. Nú þetta svona 11-14% kvenna. Þannig að þið sjáu hversu ótrúlega mikilvægt þetta og hversu mikilvægt það að koma til okkar. Oft geta þær kannski farið til barna sinna, sofið á sófanum, verið inn á vinkonu eða annað slíkt. En líkurnar á að þú gefist upp á því og farið tilbaka eru mjög háar eða mjög miklar. Þannig að við hvetjum konurnar til þess að koma til okkar og nýta sér stuðninginn. Við erum alltaf að auka þjónustuna við börnin og mæðurnar og auka við fræðsluna, fræða framlínuna, þessa fyrstu snertingu við konurnar, hvort sem það mæðraverndin, heilsugæslan, félagsþjónustan, hver það sem getur gripið og komið auga á að það eitthvað að gerast. Svo opnuðum við Kvennaathvarf á Akureyri sem okkur þykir ótrúlega mikilvæg viðbót að geta boðið upp á Kvennaathvarf á landsbyggðinni. Þangað sækja konur ekki einungis á Norðurlandi heldur konur af allri landsbyggðinni sem að vilja frekar vera þar heldur en að koma í bæinn. Þannig að þetta var ótrúlega mikilvæg viðbót. Það búið að fara svo sem ansi vel í gegnum það hvað felur í orðinu heimilisofbeldi. En það alveg ljóst að það eru eldri konur sem eru líklegri að verða fyrir ofbeldi af hálfu skyldra og þær eru líklegri til þess að búa með gerandanum. Þannig að þetta eru þær konur sem að verða oftast fyrir ofbeldi af einhverjum í sínu nærsamfélagi, einhver sem þeim tengdur. Og tölurnar sýna okkur að þetta svona 4% tilvika sem að koma upp á yfirborðið. Þannig að þið sjáu hvað þetta ótrúlega falið eins og við erum búin að sjá. Það sem að kvenna ári hafa núna 120 konur dvalið í athvarfinu í Reykjavík og Akureyri. Af þeim voru 8 konur yfir 60 og 2 konur yfir 8. Þannig að þetta hefur aukist. Við sjáum með aukinu umræðu og auknum sýnileika í fjölmiðlum og þá eru þær að skila sér. Þær eru oftast ekki að skila sér sjálfar. Það ekki okkar reynsla að þær séu að hringja sjálfar og biðja aðstoðina. Það eru annarkvort börnin þeirra eða einhver í nærþjónustunni þeirra. Þannig að aukið umtal, aukin fræðsla þar að sá aðili sem að kemst fær þessar grunnsemdir hugsi til þess, já, Kvennaathvarfið gæti verið fyrir þessa konu. Það ekki bara fyrir konur á aldrinum 20-45 ára. Þetta fyrir allar konur. Og það svo mikilvægt og við finnum þennan mun að fólk hugsa til þess, já, best að nýta úrræðin fyrir þessa konu.
og 20 konur yfir 60 hafa komið til okkar í viðtalsþjónustuna, það sem af kvennaárinu. Við viljum sjá þessar tölur hækka. Þetta eru einungis svona 5-6% af konunum sem koma til okkar og við viljum sjá þessar konur koma til okkar í auknum mæli. Svo það áskoranirnar sem búið að ræða hér svolítið í dag og ég ætla bara svona aðeins að segja ykkur frá hvernig við upplifum þessar áskoranir og hvernig við sjáum að það væri hægt að koma betur á móts við þennan hóp. Þær eru mun ólíklegri til þess að fara frá geranda sínum, þessar konur. Þetta eru oft, okkar konur eru vissulega stundum, það hafa komið mál þar sem eru uppkomin börn að beita ofbeldi, en í langflestum tilvikum eru þetta konur að koma úr mjög langvarandi heimilisofbeldis ástandi, jafnvel mörg 10 ára, þannig að þær þekkja jafnvel ekkert annað, kannski frá 20, heldur en að hafa búið við þetta ástand. Þannig ég geti ímyndað okkur átaki við það að koma sér út úr slíku ástandi. Þannig að þær sem stíga út úr ofbeldinu eru líka mun líklegri til þess að fara tilbaka. Þú veist, umhverfið hefur kannski þrýst á þær til þess að stíga út úr ofbeldinu, en það þarf að grípa þær mjög hratt og hlutirnir þurfa að gerast hratt þannig að þær fari ekki tilbaka. Þessar konur eru oft mjög einangraðar, sérstaklega eftir mörg ára af ofbeldi. Börnin eru oft búin að gefast upp á ástandinu. Stundum áfengisneysla sem notað til þess að deyfa sig, þannig að þá oft enn erfiðar að takast á við málin og tengslanetið þeirra gjörsamlega farið. Það hafa verið einangraðar lengi inn á heimilinu. Þetta getur líka orðið til þess að það oft erfitt að koma í kvennaathvarf þar sem mikið ís og þys. Og ég vil koma betur inn á það á eftir. Svo það náttúrulega skömmin sem við erum búin að fara vel í gegnum. Þetta mikil skömm, oft skömmin einnig líka mikil yfir því að hafa ekki farið fyrr. Að börnin skuli hafa þurft að upplifa þetta allt saman og séu núna orðin uppkomin og jafnvel reið og þær fóru ekki þá. Þá ekki allt of seint að vera að fara eitthvað núna? Breytir það einhverju? Ég hefði átt að gera þetta þegar ég var ung. Þannig að þær upplifa mikla skömm yfir því að hafa ekki gripið inn fyrr og það oft búið að fullvissa þær að þær séu orsökin að þessu öllu saman og þær hefðu nú getað stoppað þetta. Og þess vegna svo gott að sem við hefur komið hér fram að ofbeldin aldrei þolandanum að kenna og þess vegna eru þessi viðtöl okkar svo mikilvæg oft að þær komið þangað til þess að fá þessa speglun. Svo það heilsufarslegar ástæður sem við líka búin að koma inn á. Þær eru oft mjög háðar sínum þolanda, finnst erfitt að fara út af heimilinu, það þekkja vel heimili sitt og allt umhverfið þar, eru mjög lélegar oft í kroppnum. Þetta eru konur sem eru oft búin að vera á örorku jafnvel lengi og þá kemur náttúrulega fjárhagslega ofbeldi inn líka, þær eru oft mjög ósjálfstæðar fjárhagslega, þær hafa verið einangraðar, komast ekki inn á bankareikningana, gerandi heldur utan öll fjármál. Þannig að þær hafa lítil tök á fjármálum og hafa kannski ekki haft í mörg ár. Vita í rauninni ekki einu sinni hver staðan á fjármálum heimilisins. Svo þessi flóknu fjölskyldutengsl sem við erum rauninni búin að koma inn á líka. Það svo margt sem spilar þar inn í sem að getur verið alveg ótrúlega flókið að takast á við. Þannig að það löng saga og oft erfitt að komast til botns í því. Og oft þetta kannski einu aðilarnir sem að við erum að tala einmanaleika, að þá það oft kannski gerandinn sem þeirra inn í félagsskapur. Og það líka ótrúlega mikilvægt að muna til því. Svo það ótti við aukið ofbeldi. Þeim refsað eða ætla að reyna að fara og koma svo tilbaka. Eins getur ofbeldi haldið áfram eftir að þær stíga út og þeir halda áfram, við höfum mörg dæmi það, þeir halda áfram að ásækja þær þótt að þær séu komnar í annað húsnæði. Þannig að það ótti við að þetta muni stigmagnast og við höfum séð að gerast. Eitthvað sem áður var líkamlegt ofbeldi hefur orðið að andlegu ofbeldi, náttúrulega alltaf andlegt ofbeldi, en í líkamlega ofbeldi hefur minnkað með árunum, en svo þegar fara að hugsa sér til hreyfings að þá oft byrja líkamlega ofbeldi aftur og við höfum séð ótrúlega áverka á konum yfir áttrætt. Þannig að það mikill ótti og hann alveg við rök að styðjast. Svo það kynslóðaviðhorfið. Við erum búin að tala margar tegundir og birtingamyndir ofbeldis og þetta það sem við erum að fræða menntaskóla og framlínu og annað.
konur á þessum aldri eru ekkert endilega sammála þessu og ekkert endilega meðvitaðar þessar ólíku birtingarmyndir ofbeldis og ekkert bara eldri konur, heldur bara þær konur sem til okkar koma. Þær eru með oft staðlaða hugmynd það hvað ofbeldi. Þannig það að þær komist ekki að fjármunum eða eigi að elda og þrífa þótt að séu ónýtar í skrokknum eða það sé ekki tala við þær í marga daga eða þær eigi að stunda einhvers konar kynlífsathafnir sem þær eru bara vanar að gera, að þetta sé eitthvað ofbeldi inn í hjónabandi til 50 ára samtal sem þarf oft að taka. Þannig að það getur flækt málin. Og svo það svona úrræðaleysi kerfisins oft, eins og ég nefndi að þá það svo ótrúlega mikilvægt að, eins og landlæknir talaði það mikilvægt að við séum að skima og bregðast við, en hvað svo? Það svo ótrúlega auðvelt að tikka í boxið, svona margar konur stígu út úr ofbeldi þetta árið og leituðu til okkar. Hversu margar konur fóru tilbaka? Vitum við það? Þannig að það þarf að fylgja þeim alveg ótrúlega vel eftir og tryggja þær fá þennan félagslega stuðning og andlegan stuðning. Og það svona hluti af þeim úrræðum sem að við höfum svona, okkur finnst oft vanta. Það þarf að vera þessi aukna fræðsla og umræða ofbeldi eldri kvenna. Við finnum það að fólk í framlínunni mun, ég veit ekki hvað orði ég á að nota, það svona tregara við að spyrja eldri konur eða eldra fólk ofbeldi. Þeim finnst það einhver hluta vegna vandræðalegra, erfiðara, þeim finnst það vera að stíga inn í eitthvað, jafnvel eldra fólk mjög lokað að tala þessi mál, þannig að það getur verið flókið, það þarf sem sagt, að þjálfa fólk, eins og Jóhanna sagði, það þarf að gera þetta rétt, það þarf að þjálfa fólk í hvernig spurt ofbeldi, en við verðum að spyrja og við verðum að vekja máls að því og við finnum að það minna gert við fólk við eldra fólk. Við þurfum að sýna betur fram á úrræðin sem í boði. Fólk í nærþjónustunni og aðstandendur þurfa að vera meðvitaðir að staðir eins og kvennaathvarfið sé staður fyrir jafnvel mömmu mína eða ömmu mína. Og við þurfum að auka hraðan í vinnslunni. Við höfum fengið til okkar konur sem hafa verið virkilega reiðubúnar til þess að fara, búin að fylla sig eldmóði, börnin einhvern veginn búin að vaxa hjá þeim von, oft hefur verið mikið sambandsleysi, börnin hafa gefist upp á ástandinu, hætt að hafa samskipti við foreldra sína og svo búin að reyna svo oft og mörgum sinnum að aðstoða, ekkert hefur gengið og við höfum kannski fengið þær til okkar og þær eru tilbúnar og þær eru fullar af krafti og finna kvenna og orkuna sem svífur yfir vötnum hjá okkur og okkar heimili og svo ekkert sem grípur þær nógu snemma og það kannski talað einhver húsnæðisúrræði fyrir þau og svo gerist það ekki nógu hratt og þá bara einhvern veginn hrynur heimurinn og við missum þær aftur tilbaka. Þannig að í þessum málum þurfa hlutirnir að gerast á tvöföldum hraða ef við ætlum sannarlega að ná þeim út úr ofbeldinu. Já, ég held að ég er búin að segja þetta allt saman bara. Við erum með aukin úrræði hjá okkur sem að geta komið betur á móts við þessar konur. Við til dæmis eftir að konur eru hjá okkur í dvöl í kvennaathvarfinu geta þær átt kosta því að leigja hjá okkur íbúð í búsetubrú sem við byggðum, sem eru 18 íbúðir fyrir konurnar eftir að hafa verið hjá okkur í athvarfinu. Þannig að þetta getur lengt tíman. Það sem kannski neikvæð við þetta einangrun, af því að þetta bara íbúð og það engin félagslegur stuðningur þannig nema bara frá okkar ráðgjöfum. Þannig að fara í úrræði fyrir eldri borgara strax, til dæmis það sem mikið félagsstarf og utanumhald alltaf betra. En þetta úrræði sem getur sannarlega unnið með okkar konum. Og svo erum við að byggja nýtt kvennaathvarf og ástæðan fyrir að við lögðum að staði að byggja nýtt kvennaathvarf en ekki bara að kaupa eitthvað hús var að því að við vildum hanna það sérstaklega þörfum kvenna með svona sérþarfir. Mikið á konum sem komið til okkar eru ónýtar í kroppnum og þær þurfa að geta farið á milli staða, sé ekki mikið að tröppum, að sé auðvelt að komast og annað slíkt. En á sama tíma vildum við halda áfram með þennan heimilisbrag og við fundum ekki þannig hús, þannig að við byggðum það og erum að byggja það núna og flytjum í vor. Og eins hefur þetta nýja hús upp á það að bjóða að það eru fleiri svæði þar sem ró og friður.
Þannig að það eru þessi sameiginlegu svæði þar sem við borðum saman, en það eru líka fleiri svæði þar sem þær geta setið og verið meira í friði og svona hægt og smá saman stigið út úr þessari miklu einangrun sem þær eru ofta að koma út úr. Þannig að við erum búin að vera á fleygiferð við að byggja þetta til þess að geta boðið upp á þessa þjónustu sem að verður þá ennþá betri og kemur ennþá betur á móts við þessar konur. Og vonum svo innilega að orðið komist á flug það að þetta sé vissulega úrræði fyrir þær. Og þröskuldurinn í kvennaathvarfi stundum óttalega hár og þetta oft mikil skömm og fólk með mikla ranghugmyndir það að þetta sé eitthvað lágpunktur að fara í kvennaathvarfið. Af því þetta oftast ótrúlegur hápunktur í lífi kvenna í rauninni að stíga inn í þetta frelsi. Og þannig að þetta svona það sem við erum að leggja af stað með og hlökkum ótrúlega til. Við erum búin að fleygiferða að safna fyrir þessu og eru svona teikningar af húsinu og ég kannski gleymi líka að segja frá því að í rauninni alveg sér álma, til dæmis Svefnbergis álma fyrir konur sem eru einar og eru ekki með börn og hún lokuð af. Þannig að það svona miklu meiri friður og ró. Þannig að ég sé fyrir mér að eldri konunum ætti að líða mun betur. Í reyndar eru flestar eldri konur sem koma til okkar svo ótrúlega fegnar að hitta allar þessar konur. Það kannski fyrstu nokkri dagarnir sem eru erfiðir, en svo eru þær einhvern veginn bara búin að umvefja sig börnum og konum og kenna einhverjum að prjóna og það ótrúlega gaman að sjá hvernig það einhvern veginn vaksa inn í umhverfið. Og þess vegna viljum við einhvern veginn að þær geti svo haldið því áfram á þann stað sem þær færu eftir þær eru hjá okkur. Þannig að já, það bara svo mikið hægt að muna. Það aldrei of seint að stíga út úr ofbeldinu. Og við höfum séð konur, við erum alveg með sögur, svona sigursögur af konum yfir áttrætt sem hafa komið til okkar eftir margra ára ofbeldi og einhvern veginn fundu kraftinn sinn og úrræðin virkuðu, allt gekk upp og það svo ótrúlega gefandi að sjá það. Þannig við vitum þetta hægt. Þannig að já, kærar þakkir. Takk, Linda Dröfn. Ánægjulegt að hlusta á jákvæðni og af úrræðum sem að virka. Sigurður Ágúst spurði mig í upphafi hvað ég væri að dunda mig við svona eftir að hafa hætt formlegu starfi. Eitt af því sem ég geri að hef gert síðastliðin 5 ár því ég hélt að ég þekkti þetta samfélag býsna vel eftir 50 ára starfi í fréttamennsku en ég hef setið í orðunefnd síðastliðin 5 ár og það hefur svona opnað nýja sýn á allt það gríðarlega góða starf sem að unnið mjög víða í samfélaginu og mjög oft í kyrrþey. Það einhverjir aðrir sem að vekja athygli á fólki sem að því finnst að eigi skilið að fá fálkaorðuna. Þannig að það lagt fyrir þessa nefnd sem að síðan gerir tillögu til forseta Íslands. Og við, Linda Dröfn, hittumst einmitt síðast á Bessastöðum þegar að hún veitti viðtöku fálkaorðu fyrir störf í þágu fjölmenningar og fyrir þolendur kynbundins ofbeldis. Takk fyrir það.